Komið sæl kæri vinir, við ætlum að halda áfram að tala hugsanir og trú. Og í orðskviðunum 23. kafla 7. vers segir, og þetta enska þýðingin, af því að í íslensku þýðingunni þá var þetta þýtt vitlaust, og þar segir For as he thinks in his heart, so is he. Það sem við hugsum, það sem við trúum í hjarta okkar, það erum við. Og það eru mörg önnur vers í Biblíunni sem eru mjög svipuð og sem er af sama meiði og sem kenna okkur einfaldlega það sem við hugsum, það sem við trúum og það sem við segjum, það erum við. Og þegar við setjum þetta upp þannig að það sem við trúum situr í hjartanu og það er sterkasta orkan okkar og það er það sem stýrir hugsunum okkar, orðunum okkar, upplifunum okkar, skoðunum okkar, hegðun okkar, væntingum okkar, gjörðum okkar, þú veist, öllu. Og það segir líka í orðskviðum í 4. kafla frá hjartanu koma uppsprettur lífsins. Ég held að það sé 4. kafli 23. vers. Frá hjartanu koma uppsprettur lífsins og í ensku þýðingunni segir From the heart flows the issues of life. Og þarna er einfaldlega verið að vísa í þetta að það sem er í hjartan okkar, það er það sem að flæði frá okkur. Hugsanir, orðin okkar, orkan okkar, væntingar, skoðanir, upplifun og svo framvegis. Og þegar við viljum breyta okkur, þá þurfum við að breyta því sem við hugsum, því sem við trúum og því sem við segjum. Af því að það er það sem skapar orkun okkar og allt er orka. Allt er orka. Og þetta er bara hardcore vísindi sem að hafa sýnt fram á það allt er orka. Ef ég myndi taka líkama minn og smækka hann niður í svona smæstu einingar, þá er það svona orku einingar. Og það sama á við efnislega hluti eins og til dæmis þennan vettling. Þú veist, ef við myndum smækka hann niður í svona smæstu einingar, þá er þetta orku einingar sem að væri hægt að fara í gegnum. Og það er svo mikilvægt að átta svo þessu, að því að við erum alltaf að skapa okkar líf, okkar líðan, okkar upplifanir, það sem gerist í lífinu okkar, fjárhæðin okkar, heilsun okkar, líkamann okkar, árangurinn okkar með því hverju við trúum, hvað við erum að hugsa og hvað við erum að segja. Og ef við reynum að setja þetta bara í mjög einfalda mynd að þegar við erum að skoða orkuheiminn og byrja að læra inn á hann og greina hann, að þá er í orkuheiminum einungis tvennt. Það er ljós og það er myrkur. Það er ljós og það er myrkur. Þú getur trúað, talað og hugsað ljósorku eða ljósin í lífið þitt. Það er skilyrðislaus kærleikur, friður, frelsi, þakklæti, árangur, allsnættir, gleði, hlátur, kraftur, hugrekki, dirfska, kjarkur og svo framvegis. Eða þú getur trúað, hugsað og talað inn í lífið þitt myrkur. Það er kvíði, ótti, hræðsla, depurð, gremja, reiði, niðurrif, ásakanir, skortur og svo framvegis. Þannig að við þurfum að velja hvoru megin ætlum að vera. Ætlum við að skapa og framleiða ljós innan með okkur, þess að jákvæða heilbrigðu fallega orku, eða ætlum við að skapa innan með okkur myrkur, þess að neikvæðu orku. Allt er orka. Það sem við trúum situr í hjartanu, það er sterkasta, öflugasta orkan okkar, stýrir hugsunum okkar, stýrir tilfinningum okkar, stýrir hegðun okkar, upplifunum, væntingum og við erum bara það sem við trúum. Og það er lífið sem að sprettur fram úr hjartanu okkar. Við fengum frjálsan vilja, við erum sköpuð með frjálsan vilja og við þurfum að nota þennan vilja til að velja ljósi, til að velja það sem er fallegt og heilbrigt, til að velja hugsanir og stýra hugsunum. Og segir líka í Biblíunni að við eigum að umbreytast með endurnýjuðu hugafari. Við eigum að endurnýja hugafar okkar og umbreytast þannig að því að hugsanir okkar eru orkan okkar og orkan okkar er það sem að skapar okkur. Og þegar við hugsum þetta atriði, að þetta er svo ofboðslega mikilvægt að hver einasta hugsun og orka
Margir vilja meina við sem að hugsa 60 til 80.000 hugsanir á hverjum einasta degi. Spáið í því hvað þetta ofboðslega mikið magn af orku sem við erum að framleiða innan með okkur með hugsunum okkar. Og ef við erum bara alltaf margar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir, þrá ekki áhyggjur, streituhugsanir, kvíðahugsanir, neikvæðar hugsanir, ofhugsanir, neikvætt sjálfsneri, neikvæðar, fordæmandi hugsanir, þá erum við bara að framleiða rosalegt magn af myrkri og neikvæðri orku innan með okkur. Þá erum við þreytt af því að öll orkan okkar fer í allar þessar stanslausu hugsanir. Okkur líður illa út af því að þetta eru tilfinningarnar sem við erum að skapa innan með okkur með þessum hugsunum og við erum að skapa inn í líf okkar eymd og skort og vanlíðan og neikvæða hluti sem við viljum ekki af því að við erum að hugsa. Og þegar við byrjum virkilega að vinna í hugarfarinu okkar og móta það og breyta því og bæta það, sem eitthvað sem allir geta gert og sem eitthvað sem ég legg mikla áherslu á að kenna á öllum mínum námskeiðum, hvort sem það frelsi frá áföllum eða vellíðan á vinnustað eða frelsi frá kvíða, að þá byrjum við að umbreyta orkun okkar og þegar við byrjum að umbreyta orkun okkar þá byrjum við að umbreyta líðan okkar, krafturum okkar, heilsunu okkar og svo framvegis. Og það magnað að sjá hversu hratt þetta getur gerst þegar við fyrir virkilega að vinna með þessa rætur. Þannig að mér langar þeirra að skora á þig. Fyrsta skrefið að taka ákvörðun. Taka ákvörðun að breyta því sem við viljum breyta. Næsta skrefið að fara að skoða hugsanir okkar. Hvað ég að hugsa sem að skapa inn í líf mitt? Stöðugan skort, stöðugan kvíð og ótta, stöðug áföll, og svo framvegis. Þannig að við tökum það sem við viljum breyta og við skoðum hvað hugsanir, hverju trúi ég. Og þegar við þurfum að fara að skoða það sem við trúum, þá þurfum við að fara að rannsaka hjartað og ég ætla að tala um það í öðrum pistli síðar, en við byrjum á að skoða hugsanir okkar. Það auðveldara, við erum fljótari að byrja að taka eftir þeim, við þurfum að tengja okkur við þær og við þurfum að hlusta og við þurfum að skoða. Hvað ég að hugsa núna? Ég með hnút í maganum? Staldraði við? Hvað ég að hugsa? Þú munt taka eftir því. Það verða neikvæðar hugsanir, það verða kvíðahugsanir eða streituhugsanir sem búa til kvíðaorku og streituorku sem mjög oft sest í magann. Þannig að, leyfðu þér í stað þess að reyna að flýja undan þessu. Mjög oft erum við að flýja undan okkar eigin tilfinningum, okkar eigin vanlíðan, okkar eigin neikvæða hugsunum eða það við óttumst hugsanirnar. Við vantreystum þeim, við förum að efast okkur sjálf og trúa því að það sé eitthvað alvarlegt að okkur þegar við erum að fá okkar neikvæðar hugsanir sem kemur fyrir alla, í mismiklu mæli þó. Í stað þess að bregðast þannig við og þá með þeim hætti í rauninni bara fóðra þetta neikvæða, prófaðu bara að taka ákvörðun frá hjartanum og fyrirgefa þessu. Bara fyrirgefa þessum neikvæða hugsunum. Þegar þú gerir það, þá kemur svona léttir og neikvæða orkan svolítið svona fer út úr hugsununum og ekki lengur innra með þér. Þannig að það mjög mikið lækning og bati í því að fyrirgefa þeim. Og síðan myndi ég bara skoða. Ég ætla að skoða þetta. Af hverju ég að hugsa aftur og aftur, ég ekki nóg, eða ég ekki að gera nóg, eða aðrir að dæma mig? Trúi ég því í hjartanu að ég sé dæmd eða dæmdur? Trúi ég því að ég lifi í skorti eða ég sé skortur eða með skorti, að mér vant eitthvað. Þannig að gefðu þér tíma til að skoða þetta innan með þér, hlusta þínar eigin hugsanir og svo þegar þú tekur eftir þeim að þá byrja að þjálfa og æfa. Og það sem við trúum í rauninni bara það sem við höfum hugsað aftur og aftur og aftur eða þá það sem hefur verið mótað inn í okkur þegar við vorum að alast upp á fyrstu árum ævinnar. Ég fer nánar út í þetta í netnámskeiðinu mínu frelsi frá kvíða og kenni þetta og hvernig við getum breytt þessu. En það sem þú getur byrjað að gera núna að fyrirgefa þessum hugsunum, breyta þeim. Og þá þarf maður að vera tilbúin að setjast niður og skrifa niður nýjar hugsanir, eins og til dæmis krafthugsanir sem ég kenni, jákvæða sjálfsuppbyggingu og síðan þjálfa okkur í að hugsa þessar jákvæðu, heilbrigðu, fallegu hugsanir vísvitandi og af ásetningi. Þannig náum við að hertaka hverja hugsun til hlýðni við ljósið, af því að við viljum ljósið og við viljum senda frá okkur ljós og framleiða ljós orku innan með okkur en ekki myrkur. Takk kærlega fyrir mig, þykir ótrúlega vænt ykkur öll, gangi ykkur vel og takk fyrir að fylgjast með. Endilega ítið á follow og like og deilið vídeónu ef þið haldið að þetta geti hjálpað einhverjum sem að þið þekkið. Bless, bless.